Já, komið sæl og velkomin til þessa 7. örráðstefnu, eins og við köllum það, hjá RMF, þar sem að við erum að fókusera á einhver tiltekin málefni sem að brenna á okkur í það og það skipti. Og það svo sem mörg málefni sem brenna á okkur, svona, sem að þið hafi örugglega ekki farið varhluta á eða fylgst með umræðinni, en við ákváðum sem sagt að horfa til sjálfboðaliða ferðamennsku í ár. Og það svona margar ástæður fyrir því, en það var töluverð umræða sérstaklega fyrir hluta árs og fyrir hluta sumars störf sjálfboðaliða og verkalýðshreyfingin hefur látið þessi mál til sín taka í æ ríkara mæli og í byrjun september þá skrifuðu Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins birtu yfirlýsingu vegna sjálfboðaliða og þar sem að þau ályktuðu, bara svona ég sett hérna í lokin að það væri andstætt kjarasamningum og meginreglum á vinnumarkaði að sjálfboðaliðar gangi í almenn störf launafólks í efnahagslegri starfsemi fyrirtækja og þau minna á að það séu ákveðin ákvæði sem gilda þessi störf. En eins og benda á líka í yfirlýsingu sinni að sjálfboðaliðar störf eiga sér langa sögu og eru mikilvæg þeim aðilum sem vinna í þágu almannaheilla að góðgerðar menningar eða mannúðarmálum. Og okkur langar svolítið að reyna að koma inn á þessar hliðar sjálfboðaliða starfsins hérna í dag. Þess vegna höfum við fengið 6 fyrirlesara úr ólíkum áttum sem hafa þessar stuttu 5 mínútur til þess að tjá sig um málefnið og við ætlum að reyna að halda tíma til þess að geta átt smá stund fyrir umræður í lokin því við höldum okkur við þennan klukkutíma. Við erum að fara ekki yfir hann. En það er svo gaman þegar maður standa fyrir svona viðburði og að finna að málefnið er brýnt og svo sem í deiglunni víða annars staðar. Bara í morgun datt inn í inboxið mitt auglýsing ráðstefnu sem að samtök sem heita Tourism Concern halda árlega og á þessu sinni fókusin er ethical volunteering, þannig að sjálfboðaliða störf sem siðfræði þeirra getum við sagt og bara svona og þarna eru þau að beina sjónarhólum að sjálfboðaliðunum sjálfum og eru að varpa fram ýmsum spurningum sem sjálfboðaliðarnir þyrftu að spyrja sjálfan sig áður en þeim fara af stað og það eru spurningar til dæmis skiptir þetta starf máli, skilur það eitthvað eftir sig í samfélaginu og það bara svona fyrir þig, sem sagt, ertu bara svona einhvern veginn að gera þetta þannig að þér líður vel eða þú skemmtir þér. Hvernig þínum peningum varið, þar segja þitt input í þessu samfélagi, í hverju er því eitt á stundum og svona hvaða er það sem þú þarft að hugsa sem sjálfboðaliði. Þannig að það eru ýmis mál sem að brenna á fólki varðandi þetta og ástæðan er náttúrulega kannski sú að bara þessi vaxandi ferðamennska allan heim að við erum að reyna að ná utan það. Nú sé ég að fyrsti fyrirlesarinn mættur úr umferðarteppinu, þannig að við getum greinilega haldið dagskrá, er það í lagi þín vegna? Algjörlega. Já. En eins og ég sagði þá fyrirkomulega þannig að hver og einn fyrirlesari hefur 5 mínútur til þess að flytja sína tölu og við höfum engar umræður á milli. Þetta bara gengur þetta koll á kolli og ég ætla að biðja fólk bara að leið og fyrirlesari hefur lokið sér að þá stendur sá næstu og kemur upp í pult. So Jessica, just to switch in English, welcome. So we have an English speaking presenter here today. I was just talking about the form. We have those 5 minutes, each of you. And just to save time, then when one presenter stops, the next one stands up.
So I'm not going to jump in between and introducing people. Okay. You have to introduce yourself. You have the program up here on the screen, and that way we save time. Og svo í lokin sem sagt höfum við umræður. Þannig að og ég með svona 1 minute, I have a red card that I will flag when we have 1 minute left. And when 1 minute left, it's like this. So you have to step out and the next one up here. Þannig að við hefjum dagskrá og ég býð Skafta Örn Ólafsson, upplýsingafulltrúa Samtaka ferðaþjónustunnar. Gjörðu svo vel. Fyrir að fyrsta ásækja hverju seint en í flugi þannig að maður korter innan við korter og seint þá maður samt on time. En ég býst það samt afsökunar á hverju seint. Ráðstefnustjóri Þóra Gunnarsdóttir, góðir gestir. Öllum ljóst að Ísland komið á kortið sem ákjósanlegur áfangastaður fyrir ferðamenn. Og örfáum árum hefur ferðaþjónustan vaxið upp í að vera eina af burðaratvinnugreinum þjóðarinnar. Enda hafa aflað greinin gríðarlega tekna fyrir ríkissjóð, skapar störf og hefur mikil og jákvæð áhrif á samfélagið allt. En vandi fylgir vegsamt hverri. Umhverfi ferðaþjónustunnar hefur breyst mikið á síðustu árum með auknum fjölda ferðamanna. Tækifærin eru gríðarleg, en við horfum einnig fram á miklar áskoranir snúa uppbyggingu greinarinnar. Í ferðaþjónustunni fyrirfinnast svartir sauðir, rétt eins og í öðrum atvinnugreinum. Í miklu vexti því miður stundum svo að rekstraraðilar komi inn á markaðinn einvörðungu með stundar arðsemi í huga og skeyta hvorki skattanir skyldur, hvað þá fagmennsku og gæði. Þetta algjörlega óþolandi og skemmir fyrir miklu meirihluta fyrirtækja sem stunda sína atvinnustarfsemi af fagmennsku og heiðarleika. Upp á komið dæmi fyrirtæki sem hafa gerst brotleg þegar kemur að starfsmannamál. Í fersku minni gistihús eitt við Skólavörðustíg hér í Reykjavík. Adam var ekki lengi paradís hvað það fyrirtæki varðar og var hreinlega öðrum víti til varnaðar. Hins vegar, til að setja hlutina í samhengi, þá starfa 2650 fyrirtæki í ferðaþjónustu hér á landi. Í könnun sem stjórnstöð ferðamála lét gera í apríl þessu ári kom fram að reyðlega 56% þessara fyrirtækja höfðu starfað skemur 10 ár. Mörg fyrirtæki í ferðaþjónustu teljast smá, en 60% fyrirtækjanna voru með færri en 10 starfsmenn í vinnu þegar mest var á síðasta ári. En á sama tíma höfðu 14% fyrirtækjanna fleiri en 30 starfsmenn. Þá rétt að geta þess að á síðasta ári störfuðu rúmlega 19.000 manns við ferðaþjónustu land allt. Ég má gera ráð fyrir að þessi tala verði nær 22.000. Þetta eru starfsmenn sem starfa hjá fyrirtæki sem stunda heiðarlega ábyrga atvinnustarfsemi og standa klár á skyldum sínum. Þau tilvik sem hafa komið upp á undanförnu eru hins vegar ómörg. Þó verður að hafa í huga að þau eru aðeins brotabrot að heildina. Ekki má gleyma því góða uppbyggingarstarfi sem hefur átt sér stað, hvernig menn hafa náð að þróa og þroska fyrirtæki sín í þessum mikla vexti, hvernig gæðavitund hefur aukist, þrautseigja og fagmennska. Öll fyrirtæki sem hlúa sínu starfsfólki með því að sinna mennta- og fræðslumálum af alúð, leggja metnað í öryggis- og umhverfismál og hafa fagmennsku og gæði að leiðarljósi í öllum sínum aðgerðum. Þess vegna slæmt þegar umræðan hverfist nær öll þessa einstöku aðila sem skeyta hvorki í lögum né reglum. Sem betur fer stunda langflest fyrirtæki í ferðaþjónustu heiðarlega atvinnustarfsemi og standa skil á störfum og skyldum. Okkur hefur að langmestu leyti tekist ótrúlega vel upp að byggja upp ferðaþjónustuna, en umræðan má ekki hverfast þessi fáu skemmtu ekki. Í okkar huga á kristaltæru að fyrirtæki, hvort heldur sem í ferðaþjónustu eða öðrum atvinnugreinum, eiga aldrei að byggja samkeppnisforskot sitt á sjálfboðavinnu. Það gengur ekki upp ef slík undirboð eru stunduð í samkeppni við fyrirtæki sem stunda heiðarlega og ábyrga atvinnustarfsemi. Hins vegar ljóst að skerpa þar lagarammann og regluverk í kringum sjálfboðaliðastörf. Staðreyndin sú að á mörgum stöðum regluverk í kringum ferðaþjónustuna mjög veikt og hefur ekki þróast í takt við þroska greinarinnar. Unnið hefur verið að því að einfalda þetta regluverk og endurskoða lög í tengslum við ferðaþjónustuna, en það sem þarf að tryggja enn frekar eftirlit og viðurlög séu skýr og ótvíræð. Því miður staðreyndin sú að eftirlitin hefur hins vegar verið mjög ábótavant og viðurlög verið takmörkuð. Góðir ráðstefnugestir.
Ýmislegt hefur hins vegar verið gert til þess að bregðast við breyttu landslagi á íslensku vinnumarkaði, meðal annars vegna vaxtar í ferðaþjónustu. Verkefni Einn réttur, ekkert svindl sem Alþýðusamband Íslands stendur að til fyrirmyndar og hafa samtök ferðaþjónustunnar stutt verkefni með því að miðla efni áfram til fyrirtækja í ferðaþjónustu. Uppbótartíman eftir. Þá má nefna samkomulag sem samtök atvinnulífsins og ASÍ gerðu varðandi útgáfu vinnustaðaskírteina og eftirlits á vinnustöðum, en það jákvætt skref. Þá gáfu samtök atvinnulífs og ASÍ út sameiginlega yfirlýsingu fyrra árið, þar sem heildarsamtök á vinnumarkaði eru að axla sameiginlega ábyrgð á uppbyggingu vinnumarkaðins og réttindum og skyldum sem gilda þar. Þá að lokum, samtök ferðaþjónustunnar hvetja fyrirtæki innan sinna raða ávallt til að hlíta kjarasamningum og standa skil á sköttum og skyldum. Það afar brýnt að fyrirtæki í öllum atvinnugreinum standi klár á sínu gagnvart samfélaginu og starfsmönnum. Við líðum ekki að broti sig á starfsfólki og okkar mati mikilvægt að sótt sé af þeim fyrirtæki sem ekki virða lágmarksákvæði í kjarasamningum. Til þess að byggja upp heilbrigðari atvinnustarfsemi þarf regluverk að vera einfalt og hvetjandi, álögur og sanngjarnar ásamt skilvirku eftirliti og skýrum viðurlögum. Ferðaþjónustan má ekki snúast bara ferðamennina sem sækja landið okkar heim, heldur líka starfsfólki. Takk fyrir. Það komið sæl, Gunnþór Ólafsdóttir heiti ég og mitt framlag til þessar umræðu okkar í dag snýr að ferðamennskunni og upplifun ferðamanna og hvernig ferðaþjónustan hefur áhrif á það. Það fyrsta sem ég vil segja er að það er sama hvert komið niður í þjónustuferlinu, hvort sem það er transport, gisting, matur, leiðsögn, skipulag eða upplýsingar eða innviðir, þá eru fyrirtækin og eða opinbera að vinna í sameiningu af því að þjónusta ákveðna gerð ferðamennsku og eiga allt sett undir henni. Til að geta veitt frábæra þjónustu og eiga möguleika á að vaxa og dafna og þróast og sjálfbæra máta, þá er mikilvægt að skilja ferðamennsku sem þau eru að þjóna. Og hvernig ferðamannastaðalar og þjónusta sjálf kemur inn í og hefur áhrif á líf og líðan ferðamanna á meðan ferðamannleginu stendur. Það er sérst nauðsynlegur undanfari þess að geta starfrækt og þróa ferðaþjónustu sem grefur ekki undan sjálfu sér með röngum ákvörðunum. En hvað felst í ferðamennsku? Á Íslandi er stærstur hluta sem sagt náttúrutengd ferðamennska. Hvað eru menn að kaupa með því að ferðast til Íslands og eyða frítíma sínum í að komast í tæri við Íslandina? Það er náttúrulega klassísk spurning. Og til að komast að því þurfum við meira en viðhorfskannanir. Til þess þarf dýpri rannsóknir eins og atferlisrannsóknir sem gera okkur kleift að rannsaka hvernig fólk lifir lífi sínu í þessu samhengi þegar það er að ferðast í Íslandi. Kanna út af hvað það gengur, hvað það fær út af því og hvað hefur áhrif á það ferðaþjónustu. Í slíkum rannsóknum hefur komið fram nú þegar að grunnhvatinn að baki ferðalaginu er raun lífheilsfræðilegur. Rót aðdráttarafls náttúrunnar fyrir ferðamennsku er vanlíðan, þreyta og streita í daglegu. Menn eru með ferðalaginu að kaupa sér möguleika á að hverfa burt úr daglegu angstri og líðan sem einkennir það og komast í aðstæður sem þeir hafa trú á að geta veitt þeim betri líðan. Velja. Það hefur einnig komið fram í þessum rannsóknum að líðanir sem menn tengja við íslenska náttúru skapast af ímyndinni sem íslensk náttúra ber. Greindar hafa verið tvær mjög viðteknar hugmyndir í þessu sambandi sem hefur áhrif á hugmyndaheim fólks þegar það ferðast til landa. Annars vegar hugmyndin um hana ægifögru villtu náttúru sem skapar Íslandi tvennslags aðgangsráð fyrir verðmennskap. Gegnum þá ímynd upplifa menn sjálfgeft tækifæri til að komast í návígi og upplifa merkilega og fágæt ægifögur náttúrufyrirbæri eins og eldfjöll og jökla og dvelja á afskekktu svæði þar sem óútreiknanleg náttúra ræður ríkjum. Jafnframt skynjar fólki gegnum þessa ímynd ákveðinn óútreiknanleika, framandleika og óvissu sem getur kallað fram virðingu og auðmýkt gagnvart náttúruöflunum. Og gerir tilhugsunum að ferðalagið sé jafnvel spennandi áskorun. Ferðalagið verður ævintýri. Í gegnum þessa hugmynd komast menn í dálítinn baráttuna og sjálfgeft tækifæri til að kljást við aðstæður og reyna á sig og kanna hvað þeir geta gert. Þeir sem eru komnir í laxveiði, í fjallgöngu eða ferðast hálenda í jeppu með 2 jöfnlundum þurfa og vilja lesa í aðstæður og eiga við viðfangsefni. Baráttan og sigurtilfinningi sem fylgir því til dæmis að landa laxinu eða komast á tindinn
einmitt sú upplifun sem gestir út á í veiðiferðamennskunni og fjallgönguferðamennskunni til dæmis. Nú dvöl í íslenskri náttúru ber einnig þessi hugmyndin að komast út í náttúruna og þar með í betri líðan, í afslöppun, frið og ró. Og þetta tengist rómantísku hugmyndum. Í gegnum þessa hugmyndasíu náttúran skynjuð sem dásamlega friðsælt svæði sem fyrir utan þéttbýli þar sem iðnaðingunni sleppir og náttúrufegurinn ríkir og menn komast í stundarsæki burtu frá öllu stressi og vanlíðan sem fylgir daglegu lífi. Hlaðabatteríin koma endurnærð tilbaka. Það er sem sagt rómantíkin sem planta þeirri hugmynd að dvöl í náttúrunni sé endurnýjandi á líðan. Saman standa þessar hugmyndir að ímynd Íslands sem ferðamannaland og skapa Íslandi aðdráttarafl fyrir náttúrutengda ferðamennsku og útivist. Menn setja þær í samhengi við eigin tilveru og áhugamál og sú persónulega úrvinnsla skapar einstaklingsbundið aðdráttarafl og væntingar til ferðalagsins. Eftirspurn eftir svæðum, þjónustu, aðstæðum, upplifun og líðan sem falla undir þann hatt og skynja aðstæður á vettvangi gegnum þær. Þar með talda ferðaþjónustaðina sem sinna þeim og dæma aðstæður jákvæðar og neikvæðar eftir því hvort leyfist að vera þær í þessu samhengi ekki. Og þar með hefur jákvæðar neikvæð áhrif upplifun. Rannsóknir sem byggja á lífeðlisfræðilegum mælingum staðfesta að samneyti við náttúruna hefur og getur haft góð áhrif á andlega líðan og verið streiturósandi. En þetta viðfangsefni hefur mikið verið rannsakað á síðustu 30 árum. En aðstæður á vettvangi skipta hér höfuðmáli í heilinum eftir náttúruna. Og nýjustu rannsóknir gefa okkur vísbendingar að það tengist ekki síður hvernig fólk hugsar og meðtekur aðstæður sem eru núna. Að til að líða vel verður maður að skynja aðstæður og meðtaka þær á jákvæðan máta. Hér hefur íslensk ferðaþjónusta stóru hlutverki gegnum. Atvinnugreinin byggir starfsemi sína á því að skapa og selja góða líðan í gegnum upplifun á náttúru og fágætum náttúrufyrirbrigðum sem á að upplifa ódreiknileika, ævintýri, ægifegur, framhandleika, baráttu, spennu, sigur og finna til sín einveru, frelsi og frið. Og í ferðaþjónustunni er söluverðin afhentur staðnað. Landið og þjónustan þarf að standa undir því sem verið að selja. Er bara búið? Já. En aðalatrið eftir? Í umræðinni? Fæ ég ekki að klára? Það er bara svo aftur. Sorry, afsækjum. En þess að ég ætla að klára að segja, náttúra Íslands stendur undir nafni að vera ódreiknileg og framandi og með performance sínum heldur mann á tánum sem mögulega hættuleg. Og enn eigum við eitthvað eftir að landið sem fellur undan þann hatt að teljast náttúruleg. En ferðaþjónustan þarf að standa vörð þessa auðlind sína og þjónusta menn að fagmennsku. Og í þessum sömu rannsóknum sem ég vísaði í hefur komið fram að menn gera bara ráð fyrir því að ferðaþjónustan í Íslandi sé fagmannleg. Og í fagmannleg í þessu tilfelli er vísað í að hér til staðar að hér sé allt til staðar sem tryggir öryggi ferðamannsins, innviðir, búnaður, fólk og upplýsingar. Að staðbundin þekking á Íslandi sé góð og menn hafi reynslu í að tekla íslenskar aðstæður og beri virðingu fyrir þeim og þekki sem það. Að það sé hægt að treysta fólki og upplýsingunum og ráðleggingunum sem það gefur og ákvörðunum sem það tekur. Að ferðaþjónustuaðilar hafi sens fyrir því hvað ferðamenn eru komnir til að upplifa, nefni fyrir þörfin þeirra og í öllum aðstæðum og vinni því að skapa kjöraðstæður til þess að hinar eftirsóttu upplifanir geti mögulega átt sér stað. Þess að grípa ekki inn í óvegandi máta eða drepi niður möguleika. Og að fólk sé gott fólk, að hér sé vingjalegt, traust, heiðarlegt og til þjónustu reiðbúin og náungakærleiki er nokkuð sem fólk getur því mjög vænstum að finna fyrir. Þetta er rauninni ekkert smáatriði, kröfurnar sem ferðamenn gera til ferðaþjónustuaðila og vísbendingar hafa fundist að menn eru mjög viðkvæmir fyrir rangri þjónustu og uppbyggingu. En þegar allt stendur undir nafni er upplifunin góð. Titill erindisins, ég veit ekki treysta því, er einmitt vísar í upplifun ferðamann sem var að koma til Íslands í fyrsta skipti, óskaplega spennt yfir ferðaleginu en pínu stressuð því hún vissi ekki alveg hvað hún var að fara út í. Þessi viðbrögð spruttu fram þegar hún hitti leiðsögumanni sinn í Leifsstöðum sem heilsaði henni með þéttu handabandi. Innsæðið sagði henni að þetta þétta handaband og bara allt hans fas gaf í skyn að hún gat treyst honum og treyst á hann og hún bara vissi og hún gat varpa áhyggjunum af ferðalaginu yfir á hann og beeinbeitt sér að því að hafa bara gaman. Þetta er sannarlega vísbendingar hvernig fólk íslensk ferðaþjónusta á að ráða.
Mikilsflaska á þessu. Góðan daginn, Gísli Davíð heiti ég og lögfræðingur hjá Vinnumálastofnun. Það að nálgast þetta svolítið út frá mununum á milli sjálfboðaliða og starfsmanns. Munun og hvernig munun á réttarstöðunni. Í kjölfar uppgangs í ferðaþjónustunni hér á landi og auknum vinsælda Ísland sem áfangastaða ferðamanna hefur það aukist að ungt fólk eða einstaklingar sem hafa hugsjón fyrir ákveðnum málefnum komi hingað til lands til að kynnast landi og þjóð í gegnum sjálfboðaliðastörf. Í beinu tengslum við þennan aukna straum sjálfboðaliða til landsins hafa mál sem tengjast þeim fjölgað inn á borði Vinnumálastofnunar og þá einhverjum meiri lagi varðandi hvenær er þörf á atvinnuleyfi fyrir sjálfboðaliðastarfinu og hvenær ekki. Í þessu stutta erindi hjá mér langar mér að varpa örlítið ljósi á þau álitamál sem upp hafa komið í tengslum við störf þeirra hérlendis hjá okkur í Vinnumálastofnun. Mér langar að byrja á þeirri spurningu sem við höfum oftast þurft að kljást við, en svarið við henni skiptir höfuðmáli stöðu sjálfboðaliðans á Íslandi. Er hann starfsmaður eða er hann sjálfboðaliði? Niðurstaðan við spurningunni sú að viðkomandi starfsmaður, það hann starfandi á innlendu vinnumarkaði, þá á hann rétt á launum fyrir vinnuna sína. Hann á rétt á launum í veikindarétt, atvinnurekandinn á að slysatryggjum og svo framvegis samkvæmt íslenskum kjarasamningum og meginreglum vinnuréttarins. Hins vegar ef viðkomandi telst vera sjálfboðaliði, þá eru afskaplega fáar ef einhverjar réttarreglur sem að taka á starfinu hans á Íslandi. En hvernig getum við metið hvort viðkomandi teljist starfa á íslensku vinnumarkaði eða ekki? Við hjá Vinnumálastofnun höfum miðað við 2 atriði svona aðalega þegar við höfum að meta þetta. Annars vegar þá horfum við á það hvort viðkomandi er að koma hingað til lands til að sinna verkefni sem til almannaheilla. Það er góðgerðar, mannúðar eða menningarmál. Ef svo hefur þá stofnunum fremur hallast að því að sé að ræða sjálfboðaliðastarf og það fellur þá ekki undir það að vera þátttakandi á íslensku vinnumarkaði og ekki undir reglu vinnumarkaði. Ef svarið hins vegar ekki að ræða verkefni á slíku tagi, þá er stofnunin litið til þess hvort verkefni feli í sér efnahagslega starfsemi, svo sem ræktun grænmetis, umhirða kirkjugarða og gerð kynningarefnis fyrir gistiheimili, svo ég taki bara nokkur raunveruleg dæmi sem við höfum þurft að kljást við. Ef stofnunin metur að verkefni sé þess eðlis að efnahagslega starfsemi sé að ræða, þá höfum við fremur talið að sé að ræða starf á íslensku vinnumarkaði og reglu vinnumarkaðarins eiga við. Við verðum þó hafa í huga að við þurfum að meta þess að báða þætti stundum saman og stundum koma líka önnur atriði inn í, þannig að þetta ekki klippt og skorið. Ég get því miður ekki staðið hér upp í dag og sagt ykkur, já, hérna er línan. Það sem endar öðrum megin við hana er alltaf sjálfboðaliðastarf, það sem endar hinum megin er starf á íslensku vinnumarkaði. Þessi lína er óljós og þarf því miður að meta eins og staðan í dag í hvert einasta skipti. Við erum hins vegar þó á þeirri skoðun að sum starfsemi, eins og til dæmis að rækta grænmeti, er augljóslega starfsemi á innlendu vinnumarkaði ef grænmeti er ætlað til endursölu inn í matvöruverslanir og slíkt. Þessi nálgun sem Vinnumálastofnun hefur verið að beita í þessum málum er í samræmi við yfirlýsinguna sem að Guðrún Þóra las upp og Skafti nefndi hérna áðan sem ASÍ og atvinnulífsins skrifuðu undir 7. september síðastliðinn og ég ætla bara aðeins að fá að lesa aftur upp úr hún, en í henni er áréttað að það sé andstætt kjarasamningum og meginreglum vinnumarkaðarins að sjálfboðaliðar gangi störf launafólks í efnahagslegri starfsemi fyrirtækja. En eins og Guðrún Þóra nefndi á hann líka, þá er innbráð í henni að það er löng hefð fyrir sjálfboðaliðastörfum á Íslandi í þágu almannaheilla og við gerum heldur engar athugasemdir við það. En hver er þá réttarstaða þess einstakling sem er sjálfboðaliði hér á landi? Eins og ég sagði áðan, þá er ekki fyrir að finna neina heildstæða löggjöf um þetta á Íslandi í dag. Við erum með 1 eða 2 lagaákvæði, reglugerðarákvæði á stangli, en það er ekki til nein heildstæð stefna eða löggjöf. Ber þeim sem hefur sjálfboðaliðan í starfi að hafa slysatryggðan? Finnst mér svona persónulega að vera mikilvægasta spurning. Hvað gerist ef hann dettur og slasar sig, snýr upp á fótinn á sér eða sker sig ef hann er að vinna með verkfæri? Hver ber ábyrgðina?
Hversu mikið má sjálfboðaliðar vinna á dag? Við höfum fengið dæmin á borð hjá okkur þar sem sjálfboðaliðar hefur verið að vinna 15 tíma á dag, 6 daga vikunar í þágu sjálfboðaliða samtaka. Og sjálfboðaliðar er rétt á því að kynna sér land og þjóð út fyrir þá vinnu sem hann er inn á hendi hérlandi. Allt þetta og miklu fleiri atriði eru í dag háð rosalega miklu ákvörðunarvaldi þess aðila sem fær sjálfboðaliðan inn til að vinna fyrir sig. Sjálfboðaliðahreyfingar hafa verið órjúfanlegur þáttur á íslensku samfélagi gegnum árin. Sjálfboðaliða ferðamennska er hins vegar tiltölulega nýlegt fyrirbæri hér á landi og við eigum eftir að taka samtalið hann. Það er komið tími til þess og nauðsynlegt að allir hagsmunaaðilar setjist niður, ræði álitamáli sem tengjast þeim á víðum grundvelli, náum sátt málefni og leysum úr þeirri réttaróvissu sem til staðar stöðu sjálfboðaliðans. Takk fyrir. Your sole presentation in English. I really actually planned on presenting this is because I was actually really interested in learning more about volunteer tourism here in Iceland. I'm only recently just arrived here in January, and to kind of build off of everything that I've heard. So I'm glad it's taped because one day I will learn Icelandic, and so I'll be able to watch and hear all of you or understand what everybody was saying. So I'm going to talk about my a study that I did with my PhD dissertation, and I gave you a really long title in hopes that it kind of explained a little bit more about what I was doing. I looked at volunteer tourism in favela communities. Favelas are it's a Portuguese or Brazilian word for slum communities or ghetto communities. It's something fairly recent that's happening within the tourism industry. Around 1996 is when slum tours began, and from there it kind of I think in 15 years after that it grew into volunteer tourism rather than slum tours. So just to give you a little background information, slum tours or favela tours are 2 or 3 hours tours within a slum community. It's always a organization, or the majority of the organizations are outside of the communities. Some of them are international, and all the tour guides are basically from outside the community. And so it's seen as very voyeuristic. It's the community, the people who live in favela communities actually really don't like it because they feel like it's like a poor people's zoo. The question was never asked if the communities wanted volunteer tourism. I wanted to see if the volunteers were actually welcomed in the community, if they were appreciated, and if they were actually doing some sort of benefits. So that's the reason why I did it. I looked at 3 different stakeholder groups, so which was the volunteers, the NGOs, and the community members themselves. And the overall question was, what is the lived experience of volunteer tourism in a favela community? I looked at both mass tourism, alternative tourism, slum tourism, dark tourism, everything in the literature that kind of would build a picture of what tourism in these communities is like. The majority, if you look at the research literature on volunteer tourism, looks at ecotourism. It's just now in the past 5 years that you're starting to see social tourism, so volunteers that are actually going to do something that's like more of a social good rather than research itself. And so this research, the research that I did for my PhD, kind of builds upon that. But I looked at something called social representations theory, which is the concept that a concept is understood with people through language, images, and the interaction between people. So because favela communities are marginalized through Brazil, and also they're feared from people that live outside of the community, there's a lot of stereotypes. They're marked with lack of infrastructure. The people who live in the communities themselves are extreme poverty or even the lower working class. There's also, it's a very young demographic because a lot of, there's emigration from northern Brazil to Rio de Janeiro looking for work. And they also feel like that they're stuck between this political civil war between the government trying to get the drug dealers and the drug gangs out of the favelas, and
essentially what the Brazilian government was trying to do was to clean up Rio de Janeiro by eradicating some of the favelas. And so I looked to see how did the volunteers felt that if they were benefiting or if they were actually causing a negative within the community. Within the three groups, what we noticed was that the community listed the most amount of positives. They actually really liked the volunteers. They were sad when the volunteers left. In fact, it was listed as one of the negatives, the negative consequences. Especially with Brazilian culture and a Latin American culture, they're very loving people, and so they kind of they want to see people there. Tourism for just 2 weeks was seen as a negative, but people seeing there as long as 3 to 6 months was actually preferred. The volunteers listed the least amount of positives. They didn't see the positive benefits they were doing, and mainly because since the kind of work that they were doing, they were expecting that they were going to be creating this huge benefit, that they were going to be able to see it with their own eyes. When what they were actually doing was just kind of slowly doing small benefits. The volunteers that stayed there the longest saw the most amount of benefits. The volunteers that stayed there only for 2 weeks didn't. And another reason why is because they had this huge language barrier. The NGOs saw both positive and negatives, but they were looking at it more of a developmental framework. So how are they going to develop this volunteer tourism program for both the community and for the volunteers? The volunteers, because of the locations, if you look at Rio de Janeiro, it's a big party place for tourists. But at the same time, it's got hardcore volunteers to be able to do the work that they're needed to be for the NGOs. So they kind of suffered from something called Dr. Jekyll and Mr. Hyde, where they kind of were torn between being a volunteer and a tourist. So, and that's it. Thank you. Sæl, hvað kvöldi, ég heiti René Biasone og ég tala íslensku með hrein. Þess vegna ákveð bara að skjávarpa texti sem hægt að lesa eftir. En ég að vinna hjá Ungverjastofnun og umsjónarmaður sjálfboðaliða í náttúruvernd. Og mitt erindi mitt að fara að tala hvað þýðir að vera sjálfboðaliði, hvað þýðir að vera sjálfboðaliði í náttúruvernd og hvað sjálfboðaliði Ungverjastofnun að gera. Við að vinna á friðlýstum en við ekki ein í svona ekta sjálfboðaliða í náttúruvernd á Íslandi. Við allavega 4 program. Það sjálfboðaliða Ungverjastofnunar. Það trail team sem vinna á vegum Skógrækt ríkisins á Þórsmörk. Svo sjálfboðaliða hópur sem vinna á vegum Skógræktarfélag Íslands og sjálfboðaliða samtökum náttúruvernd. Sjálfboðaliða samtökum náttúruvernd og sjálfboðaliða Ungverjastofnunar til í áratug saman, 1978, 79, eitthvað svoleiðis. Þannig að við að, þetta okkar logo sem einn sjálfboðaliði okkar var að búa til og okkar vefsíða og Facebook-síða. Við með svona marga tegundra sjálfboðaliða, ég fyrir mjög hratt í gegnum þetta. Það ekki hægt að gera margt í 5 mínútur. Það langtíma sjálfboðaliða, skammtíma sjálfboðaliða og svo svona sjálfboðaliða sem að vinna í einn dag, yfirleitt skólahópa frá Bandaríkin. Svo líka íslensk sjálfboðaliða. Þetta atburður sem heitir Græna helgi og sjálfboðaliða líka sem að vinna á friðlýstum svæðum til dæmis að hreinsa strönd og svona. En núna byrja ég að lesa hvað þýðir að vera sjálfboðaliði og það marga skilgreiningar en sem ekki alhliða samkomulag. En fyrir mig að vera sjálfboðaliði þýðir að velja að leggja sitt á morgun til að mæta viðurkenndri þörf og nauðsyn með samfélagsábyrgum viðhorfum án þess að vinna í hagnaðarskyni. Sjálfboðaliði sjálf sá sem gefur sín tíma og sína hæfileika til að mæta uppfylla ákveðin þörf og nauðsyn eða til ákveðin málstað án þess að græða því. En fyrir okkur umsjónar menn eða svona
þau sem er að reka þessi sjálfboðaliða störf, program, sjálfboðaliði er sá sem gefur sín tíma fyrirhöfn og hæfileika til að mæta ákveðin nauðsyn eða styðja við ákveðin málstað án þess að vera á launaskrá. Ég er bara að setja í svona feitra lítið það sem ég mínum að er mjög mikilvægt. Þessi nauðsyn, þessi þörf, málstað og þessi viðhorf. Sjálfboðaliðastarfi í þágu náttúru sem kallað eco-volunteering, eins og við heyrðum áður, conservation volunteering er orð sem við notum oft, að leysa verkefni sem snúa á verndun víðernis, verndun búsvæði, endurheimt landslag og svo framvegis. Og þetta að mínum mati þörfin og tilgangurinn og málstaður. Að vera sjálfboðaliði í þágu náttúruverndar er góð leið til að upplifa ný menningu, og þetta kom fram líka, leið og hjálpa við að vernda og endurheimta náttúrulega umhverfi. Þessi tegund af sjálfboðaliðastarfi byggist á sterku sjónarmiði og gildismati og fylgir markmiðum sem þjóna umhverfi og fólki, en stuðlar ekki að fjárhagslegum ávinningi fyrirtækja og einstaklinga, eins og kom fram líka frá Vinnumálastofnun. Örfá orðum sjálfboðaliðastofnunar. Við erum að framfylgja margs konar verndarráðstofum, við köllum það, á friðlýstum svæðum sem eru í umsjón okkar og líka vatnajökulsþjóðgarð. Og á undanfarna árum við erum að vera á úthluta verkefnum sem eru skýrlega einungis fyrir sjálfboðaliða. Og það verndun líffræðilega fjölbreytni, mjög fallega orð til að segja útrýmingu lúpína. Við erum líka að endurheimta landslag og víðernis, þess að loka slóðum og raka yfir hjólför vegna utanvegaakstur og svo framvegis, og verndun fuglalífs og gróðurs með að stýra gestum og byggðum og á viðkvæmum svæði, og við viðhalda náttúrulega göngustíga og stíga og svo framvegis. Og að mínum mati þess vegna sjálfboðaliða umhverfisstofnunar gegna mikilvægt hlutverk í íslenskri náttúru. Hér svona nokkra myndir. Utanvegaakstur, skelfileg, lúpína, mosa uppræðsla, sérstaklega. Sjálfboðaliða umhverfisstofnunar, ég held að sé líka hinn sjálfboðaliða samtök sem var að benda á áðan, Trailtími, Þórsmörk og svo framvegis, eru program sem veita dýrmæta og sérhæfða þekkingu til sjálfboðaliðana, til dæmis í stjórnun verndarsvæða, með áherslu á viðhald og verndun víðernis eins og ég sagði áðan. Og meðal okkar eru þess vegna einstaklingar sem eru í internship og sem nýtist þeirra námsferli og þau hljóta styrki líka frá sínum háskóla. En sjálfboðaliða umhverfisstofnunar hefur mikilvægt gildi að mínum mati hvað varðar upplifun og menningarmiðlun, ekki bara fyrir sjálfboðaliða, heldur líka fyrir íslensk samfélag sem í samskiptum við marga áhugasama og einbeita einstaklinga sem koma frá mörgum löndum. Þetta svona mitt skilaboð, þetta vefsíða okkar, en já, allavega, þetta bara, ég held sér alveg nóg. Ok. Góðan daginn, kæri fundarstjóri og fundarmenn. Berglind heiti ég frá Hey Iceland. Þið þekkið það kannski betur undir nafninu ferðaþjónusta bænda, en við erum sérstaklega búin að taka upp nýtt nafn, nýtt vörumerki. En ég vil nú byrja því að þakka rannsóknarmiðstöðinni bara kærlega fyrir að hafa frumkvæði þetta málefni. Það nú þannig að öll vinni við þessum hópi fara eftir settum lögum og reglugerðum. Það hafa verið skilaboðin sem til dæmis ferðaþjónustu bændur í okkar hópi hafa ávallt fengið. Fylgt hefur verið eftir hvort staðurinn sem gildandi rekstrarleyfi og endurnýja það á tilsettum tíma. Það hefur líka verið veðjað að þátttöku félagsmanna okkar innan vakans sem nauðsynlegt gæðakerfi fyrir íslenska ferðaþjónustu, hjálpartæki
til að auka gæði og fagmennsku innan greinarinnar og tryggja að farið sé eftir lögum og reglum. En þó að allir lagarammar séu skýrir, þá getur veruleikinn verið svolítið snúinn. Sér í lagi þegar kemur að starfsmannahaldi í fyrirtækjum. Og fyrirtæki, það eru líka bóndabæir, til dæmis. Þar sem aðstæður geta verið ansi mismunandi. Tökum sér dæmi aðila innan vébanda Hey Iceland, sem eru rúmlega 170 talsins. Þetta eru jú allt staðir með atvinnurekstur, en umfang ferðaþjónustunnar getur verið allt frá því að það sé að veita gestum, gistingu, að 4 gestir, heima bæ eða í sumarhúsi, og allt upp í 100 herbergja sveitahótel og allt þar á milli. Af þessum 170 aðilum eru 60 sem stunda hefðbundinn búskap og hafa kannski ferðaþjónustu sem aukabúgrein. Er sanngjarnt að sömu reglur gilda alla, burtséð frá stærð, umfangi og staðsetningu? Það eru vissulega skiptar skoðanir innan okkar hóps og langar mig að gefa ykkur dæmi það sem félagar okkar hafa verið að velta sig fyrir í þessum málum. Það eiga allir að sitja við sama borð og fylgja lögum og reglugerðum. Punktur. Ég skil alveg þessa umræðu á stöðum þar sem samkeppni ríkir. En þegar maður er utan alfaraleiðar og ferðatímabilið stutt, þá tekur langan tíma að byggja upp arðbæra ferðaþjónustu, samhliða búrekstri. Sjálfur er maður á lágum launum, en með því að fá til liðs við sig sjálfboðaliða, sem verður bara hluti af fjölskyldunni, höfum við tækifæri til að gera hluti sem annars hefðum ekki geta gert alein, en bætir gæði og upplifun hjá ferðamannum. Nú er sanngjarnt að leyfa sjálfboðaliðastarf til dæmis í þjóðgörðum, en ekki hjá fyrirtækjum eins og sveitabílum, þegar kannski það er spurning girðingavinnu eða landgræðslu eða skógrækt eða göngustíðagerð. Fólk sækist í að koma til okkur í sjálfboðavinnu, en nú er maður hikandi og þorir ekki að gera neitt. Þetta verður líklegast til þess að ég mun ekki ná því að mála útihúsin í ár, merkja göngustíð í nágrennisstaðarins, gefa mér tíma til að marka stefnu fyrir fyrirtækið mitt, gera öryggisáætlanir fyrir vaka. Það hangir margt að spýta við, það sem við. Nú, ef ég tileinka mér nýja starfsæti með því að fara í óformlegt starfsnám til kollega minn sem er að gera góða hluti, án þess að þykja laun. Á ég þá að hætta að félagi minn fái heimsókn frá eftirlitinu og verði sektaður og jafnvel að það birtist fréttu máli í fjölmiðlum? Hver er eiginlega réttur einstaklingsins ef hann vill gefa vinnu sína og fá þá eitthvað annað á móti, til dæmis nýja þekkingu eða þjálfun? Hvernig er staðan annars í Evrópu? Getið þið ekki útbúið fyrir okkur einfalda útgáfa ráðningarsamninga? Þetta virkar einhvern veginn allt svo flókið. Daginn kom til mín hópur eftirlitsaðila, meðal annars einkennisklæddir lögreglumenn klukkan 10 á morgni þegar gestirnir voru að tékka út og starfsfólki á fullu í friði. Ekki það að allt með starfsfólk er á launaskrá, við vorum öll í sjokki á eftir. Á afar erfitt með að skilja að það er sjálfboðaliða störfin, sé ekki einmitt rétta leiðin til að bæta heiminn, að ungt fólk frá ólíku löndum hittist og átti sig á ólíku viðhorfum og að það sé hægt að lifa í sátt og samlyndi þrátt fyrir það. Svona lókum. Eins og þið sjáu hér fyrir ofan er ýmislegt sem kemur upp í huga fólks, okkar félaga í tengslum við þessi mál. Lögin eru skýr og við viljum að kjarasamningar og almenn mannréttindi séu virt. En það mætti velta því fyrir sig hvort við séum á réttum stað í dag. Það er að gera einhverja breytingar til að koma betur á mót við einstaklingsfrelsi og samfélagslega ábyrgð, eða erum við bara góðum stað? Allavega, markmiðið ætti að vera farsalaust fyrir alla hagsmunaaðila sem skila sér í ánægðu starfsfólki, heilbrigðu fyrirtæki og síðast ekki síst ánægðum gestum. Takk fyrir.
þakka ykkur allan kærlega fyrir. Alltaf leiðilegt að þurfa að veifa þessu rauða spjaldi. En við höfum smá tíma fyrir fyrirspurnir og af því að þetta tekið upp þá Þórný. Það einhver hér? Já, þá Þórný með mæk, hljóðnema, sem að hún mun koma með til ykkar. Þannig að bara gefið merki og hún hleypur til ykkar. Ef það einhverja spurningar eða vangaveltur, eitthvað sem viljið fá frekari áréttingar á því sem fyrirlesarinn sagði, þá hafið þið tíma núna. Já, ég heiti Katrín Arnarson, ég hlutasöfnum ég vil þakka ykkur öllum fyrir, mér finnst þetta mjög áhugavert og ég held að þurfi að gera miklu meira heldur eins og þetta að koma staðumræðu og veðurfærin takir þetta lengra, mér finnst þetta mjög gott. Og verðum þessum tónkomstinn og þetta er mjög mikilvægt af því að ég hef gefnum sem sagt mjög rannsóknir ég verið að vinna sérstaklega á ströndum. Það hefur maður svo mikið rekist á fólk sem að ferðast landið og vill vera í þessum skiptum. Þess vegna finnst mér eitt sem við þurfum kannski að hugsa í sambandi við þetta svokallaða deilihagkerfi sem að hluti af ferðaþjónustu. Og mér fannst líka mjög áhugavert að heyra ykkur Gísli í sambandi við það að hvernig eigum við að skilgreina sjálfboðaliða starfið og ég held að það sé mjög nauðsynlegt að gera það. Því að þetta ekki jafnvel sé mjög mikilvægur partur af ferðamennsku. En svo annað sem að kannski tengist meira því sem Jessica var að tala og það þessi sjálfboðaliða ferðamennska og hvernig hún endurspeglar kannski ákveðna misskiptingu í heiminum líka. Og það kannski eitthvað sem við eigum að hugsa á gagnrýna hátt Þetta ekki allt svona gott og blessað. Þannig að þetta eiginlega bara kommenta og maður pappa við það. Það takk, ég held að þetta mjög góð ábending þetta líka með tengingunni deilihagkerfi og það að ferðamennska bara að breytast, við sjáum það. Þannig að það flækir þessa mynd og ferðaþjónusta var eiginlega nógu flókin fyrir. Svo kemur þetta blessað deilihagkerfi og flækir þetta enn meira. Þannig að vill einhver bregðast til þessum fyrirgefðu þau áður og svo að þið leyfa ykkur að bregðast til. Já. Jag vet inte, jag har varit så att jag ska komma fram till det där så ska jag sjálfboðaliði sem slær kirkjugarði, það var eitthvað sem væri óðurlegt og sem ekki hægt sjálfboðaliði eða kirkjuna meðan að sjálfboðaliði er að skilja upp á áðurlegt sem að hægt að koma út og það er efna þessu starfsefni sem skilja því að þetta er einu verk og það er að skilja þessu skilja og samtalena hér og að gera maður nefndi þannig að það var ánægilegt að þroska það áfram og áfram með líka nefna það er bara sjálfboðaliði að koma á vísbúti forsendum gegnum alls konar samfélagi koma þær í gegnum samfélag sem eru algjörlega nóg konflikt hvað það lúfara. En aðrir koma í gegnum samfélag sem konflikt og vakna því líka fram og ágjöra munur þessu og við ekki að vera í einhver samfélag þess sem er að gera erlendis. Og þetta vakna það fram. Já, takk. Ég held að það er bæði, já, Gísli og René vilja allavega bregðast við, kannski fleiri? Já, varðandi kirkjugarðsdæmi, bara svo ég útskýri það lítið nána, þá var þetta mjög stórt sveitarfélag sem var að fara að fá sjálfboðaliða til að sjá umhverfið kirkjugarðana sinna sem ég veit meðal annars foreldrar mínir og eflaust einhver hafi sinnt kirkjugarðunum. Þannig að því leytinu til fannst okkur þetta vera óeðlilegt að vera skipt út launuðum starfsfólki fyrir ólaunaða sjálfboðaliða þegar að það er áratuga hefð fyrir því að menntskellingar samnemendur mínir fóru í það að sinna kirkjugarðunum. Þannig að það er svona punkturinn okkar, varðandi þetta sérstaka tilfelli, af hverju við tókum það. En þetta er náttúrulega vandinn og ef við bara, það sem við höfum skoðað upp í vinnu hjá okkur horfum til Bretlands. Þar geta sjálfboðaliða samtök og fyrirtæki fengið ákveðna vottanir til þess að geta fengið sjálfboðaliða. Þar er hefð fyrir því að þú getur fengið sjálfboðaliða til að starfa við hliðina á launuðum starfsmanni í hefðbundnu fyrirtæki í samkeppnisrekstri ef þú uppfyllir bara ákveðin skilyrði.
þú getur fengið einhverjar mismunandi vottanir til þess að fá atvinnuleyfi og fleira. Þannig er þetta bara komið svo miklu lengra en við erum nokkurn tímann komin hér. Hvort að það sé einhver lausn veit ég ekki. Ég spyr mig alltaf hver á þá að votta samtökin, þú nefnir Seeds og WOOF. Þetta eru 2 dæmi samtök sem hafa bæði komin á borð hjá okkur. Þetta bara vantar, það á eftir að gera þetta og því miður þá er það bara, nú er ég ekkert slag gamall en lenskan og mín reynsla á Íslandi við reddum þessu alltaf eftir á. Og núna erum við að tala einstaklinga, við erum að tala hvernig við ætlum að koma fram við það og hvernig við ætlum að tryggja þeirra hagsmuni líka. Þetta ekki bara hagsmunir ferðaþjónustuaðilana, þetta líka hagsmunir sjálfboðaliðans og við verðum þá bara að vanda til verka og ég veit að ef fulltrúi verkalýðshreyfingarinnar væri hérna þá myndi hann taka talsvert dýpra í áruna varðandi gildis og kjarasamningu og fleira en ég er að gera þannig að bara svona höldum því líka til haga. Já, ég vildi bara segja að það stór munur að vinna í kirkjugarði eða að gera mála hús við bænda eða vinna í náttúrulega göngustíu uppi á hálendi. Það ekki hægt að bjóða það út. Það engin þekkingu, því miður lítið þekkingu hjá fyrirtækjum í slíkum störf. Og þessi þekkingu inni ákveðin sjálfboðaliða program sem á Íslandi, eins og hjá okkur og hjá til dæmis í Þórsmörk hjá Skógræktar ríkisins. Og þannig að ég vildi bara, þetta bara stór munur. Við erum að vinna í þágu náttúru, enginn græða því og þannig að, já, ég vildi bara benda á þetta. Skapti. Kannski bara taka boltan sem að reyna hætti, það akkurat, náttúran sá þáttur sem dregur ferðamenn til landsins, 80% ferðamanna koma til landsins vegna náttúrunnar. Og við erum að tala að það er ágangur og annað slíkt, þannig að auðvitað þarf að vera einhver svona rammi utan þetta og mér stundum vera svona tvöfalt siðgæði í gangi, Við Íslendingar að fara, það áratuga hefð fyrir Íslendingar að fara út í sjálfboðaliðastörf að tína jarðaberi í Vínagrur eða eitthvað, og svo sjálfboðaliðar að koma til Íslands, Umhverfisstofnunin stærsti aðilinn sem nýtir sjálfboðaliða, en síðan verið að skjóta litla atvinnurekandan á Eskifirði eða eitthvað staðar, ég ekki að gera lítið úr því, en það verður að vera einhver rammi og við verðum að, og það sem við erum að kalla eftir á samtöku ferðaþjónustunnar er að sé einhver rammi utan sjálfboðaliðana og líka starfsnema sem eitthvað önnur umræða en nátengt þessu máli og okkur finnst svo leiðilegt að vera svona að berja á alhafa yfir alla greinina, bara samtök fyrirtækja eða Hey Iceland, sé bara allt að vona vel á ykkur, það sem verið að brjóta á starfsfólki, ég hef farið í viðtöla sem hefur verið að því að það verið að brjóta okkur starfsmenni, þá hlýtur að vera næsta skref mannsal og eitthvað slíkt. Þannig að við erum aðeins að svona tempra umræðina og þess vegna frábært að vera að byrja þessa umræðu hér og við köllum eftir einhvern svona ramma utan svo hluti. Við erum að bæta þessu inn í. Nei, ég ætla bara að taka undir akkur þetta að það mikil mjög mikil köllum á skýran ramma og í rauninni sanngjarnan. Það mjög vítt orð en að samanskapi og það má ekki gleyma því heldur í allir þessu umræðum. Það eru flestir að gera vel og það alveg ótrúlegt hvað í rauninni það svona verið að tala neitt ferðaþjónustuna og því að það svo margir góðir hlutir að gerast og við erum svona bara svolítið að vinna með í það jákvæða sem að gerast innan greinina og hvað í rauninni vinna með gott starffólk sé að skila sér vel í góðum viðskiptavinum og þessi tenging bara skýri viðmið sem fyrst. Kannski það væri alveg þörf á annarri ráðstefnu bara umræðina. Það svo aftur annar mál. Og ég og í rauninni ég sakna einmitt fulltrúa ASÍ eða starfsgreinasambandsins. Það hefur verið mjög gott. ASÍ löglega afsakað með þess að það þing ASÍ. Það hefur verið mjög gott að hafa það hér. En þeir eru raunverulega að fjalla þessi mál meðal annars á sínu þingi.
Þannig að það víða verið að ræða þetta akkurat þessa daga. Mér langar aðeins áður en hleypi hérna spurningu Salbjörn, þegar við tala starfsfólk og Guðþóra, þú kemur inn að þú fyrir fagmennsku. Já. Ertu þá að segja að sjálfboðaliðar geti ekki sinnt svona starfi að fagmennsku? Það, væri við að tapa fagmennskunni ef við aukum fjölda sjálfboðaliða? Bara svona velti í fyrir mér. Já, heyrist í mér. Það veist ekki hvað ég óbúslega kvefið og hóstandi en nei, það kemur ekkert í veg fyrir það. Það bara að manneskjan hafi það sens fyrir þeir ferðamennsku sem verið að þjóna. Það af sig aðalmáli og ef við erum að tala ramma, þá þarf sá rammi að taka mið af því. Fyrir hverja eru við að bjóða upp á landið, sko. Hverjir að fara að nýta það og hverjir eru þar við ferðamennsku. Og það þar sem þar grunnurinn. Það svo mikilvægt að við förum öll að vinna í þessum sama takti, sko. Og kannski þarf bara að ákveða og hafa bara skýra stefnu, stjórnvöld þurfa náttúrulega að koma hér inn, hafa bara skýra stefnu hvers konar ferðamennsku á Íslandi að bjóða upp á og vinna þar út frá sína stefnur og taka mið alla reglur og reglugerðar því, sko. Já, við höfum tíma fyrir eina, ég held að það verið ein. Það þarna, Það Markus Einarsson heiti ég og ég framkvæmdastjóri Tannheimili. Við erum með starfsemi á 35 stöðum á landinu og við erum það eru stórir og smáir og Heilsás og Ásás og Sumar, þannig að það eru öllum og það svipað frá Berglindi að okkar umbjóðendur og okkar félagsmenn þeir leita ráðvægt á okkur því að þá vantar hendur til að vinna og við höfum leitað bæði til verkalýðsfélaganna og eins til samtök atvinnulífsins og það eins og að sé ekki verið að tala saman málið og hvert maður leitar, þannig að tek undir með ramman og þetta fyrir þannig að það frá Vinnumálastofnun að við virðist vera svona algjörlega svona hlutlausar upplýsingar því að sem við fáum hérna. En það einn ángi af þessu sem við þekkjum til og mjög vaxandi eftirspurn eftir okkur að það eru skólar, erlendir ferðamálaskólar sem vilja koma í samstarf við okkur og senda hingað nemendur í 4, 6, 8 mánuði í starfsnám sem gjarnan þá lokaðar hluti af þeirra námi og við erum nú þegar í samstarfi við nokkra aðila og höfum reynt að tryggja það að eins vel og við geta og það er rétt að og við erum á þessum aðilum að þeir leiti að við tökum á okkur að leiti að fræðslu og kennslu og þjálfun en þeir náttúrulega sinna vinnu hjá okkur. En mér langar til að spyrja Gísla bara aðeins kannski það að eru þessi aðilum meðhundar einhvern öðruvísi heldur en þeir sem koma að fara beinlega, það var bara beint samband og óspeftir lengur. Þannig að það er gert svona samlingar til skólar. Þetta réttarstaða þeirra og réttarstaða okkar sem erum að taka móti sem aðeila sterkari eða öðruvísi heldur en að taka móti bara mönnum sem á mannámsa kvöldur. Já, þannig útskýra örlítið vandamál sem við stöndum frammi fyrir á Vinnumálastofnun þegar varðar þetta allt saman ef þú ert ríkisborgari frá EES-ríki þá getur þú komið til Íslands, farið að vinna, komið sem starfsnemi til þín og þú kemur eiginlega aldrei inn á borð til okkar og það sem við segjum á því leitinu til við höfum ekkert við höfum ekkert með þá að gera því þeir eru undanþegnir atvinnuleyfiskröfunni og eins og ég segi þá koma þær aldrei inn á skoðun hjá okkur. En varðandi akkurat starfsnemana þá hefur í framkvæmd verið hjá okkur og þegar ný útlendingalögin taka gildi 1. janúar næsta ári þá verður þessi möguleiki lögfestur. Það að ef þú ætlar að fá starfsnema inn til þín tekið bara sem dæmi, segjum þú ætlar að fá bandarískan starfsnema í 6 mánuði að þú meðhöndlar í grunninn til bara svipað eins og hvern annan starfsmann hjá þér. Hins vegar ákveðið svigrúm á því leytinu til að hann ennþá í námi, hann fær þetta metið inn sem einingar, þannig að það ekki krafa af hálfu löggjafans að hann fari inn á laun sem fullnuminn sérfræðingur á sínu sviði. En hins vegar þarftu að standast almenna kjarasamningar sem gilda starfið hans. Þannig ef þetta fellur undir starfsgreinasambandi þá þarftu að uppfylla þá samninga. Við erum ekki að gera kröfu laun sem sérfræðingur
500.000 á mánuði af því að hann starfsnemi. Við áttum okkur og löggjafinn hefur tekið þar af. Og þetta í samræmi með hvernig við höfum verið að praktísera þetta núna í að verða held ég hátt í 2 ár að þetta hefur verið lendingin þar á. Þannig að það kannski svigrúmið sem er munurinn á fullnum og sérfræðingi sem átt að ráða versus einstakling sem að læra hótelstjórnun eða eitthvað slíkt. Já, þetta ný vídd í umræðina sjálfboðaliðana, það þessi starfsnema, þannig að það virkilega áhugavert og sýnir bara að það eru svo margir fletir á þessum málum sem að við erum bara rétt að byrja að taka svona pínusamtal og vonandi verður og mér heyrist nú allir í umræðu að það er mikill þrýstingur og mikill áhugi. Gerðu svo vel? Já. Bara því ég nefndi, nú veit ég ekkert, ég áttam að þið fylgist enga jafn vel með og ég, en í nýju lögum útlendinga sem taka gildi 1. janúar næstkomandi komið sérstök dvalarleyfistegund fyrir sjálfboðaliða. En hún reyndar bundin við frjáls félagasamtök sem starfa til almannaheilla og í þröngum undantekningum fyrir fyrirtæki eða stofnanir sem eru með eitthvað sérstök verkefni til almannaheilla. Ég geti fundið frumvarpið og greinagerðin og slíkt inn á Alþingi.is, þetta tekur gildi 1. janúar. En þar var tekin ákvörðun hjá Alþingi að þetta frjáls félagasamtökum meginreglan en fyrirtækjastofnanir geta einhverjum tilfellum ef við erum með afmörkuð verkefni sóttum og það verður bara fróðlegt að fylgjast með hvernig því framvindur og við náttúrulega komum þar inn í, þetta aftur bara utan EES einstaklingar sem kom inn í en þetta ákveðin svona vísbending kannski einhverja nálgun og við komum þarna inn í samstarfi við Útlendingastofnun þegar fram í sækir hvernig þetta verður beitt af því að ef við segjum að þetta sé vinna á innlendu vinnumarkaði þá erum við svolítið búin að takmarka hvað Útlendingastofnun getur gert en bara svona til upplýsingar ef við vissum ekki. Já, nei, takk fyrir þetta og ég vil bara þakka ykkur öllum kærlega fyrir ykkar framlag í þessa umræðu og þakka ykkur fyrir komuna og bara áður eins líf þess að langar með að minna á þjóðarspegil sem ráðstefna hér við Háskóla Íslands, árlega ráðstefna á morgun og á henni eru 3 málstofur, umferðarmál, byrja klukkan 9, fyrsta landslag víðerni, verndun og virkjanir, síðan markas og málstofur sem undir yfirheitinu markas og ferðamálafræði. Ég vil bara endilega hvetja ykkur til að mæta líka á þjóðarspegil. En takk fyrir í dag.